Without You. Klukkan orðin rúmlega 4 á þessum 5. degi og FM 95 Blöð heilsar ykkur þennan 29. ágúst og eins og alltaf á 50. núna situr hann beint á móti með hann Steindi Junior. Ég ætla bara að byrja að bjóða þig velkominn. Já, takk fyrir það og mikið rosalega gott að vera hérna. Já, það gott að vera komin í stúdíóið. Já. Og nógum að vera hjá okkur í dag, strákunum. Stútfullu þáttur. Stútfullu þáttur. Ég ætla að byrja bara að spyrja hvernig hefur það þennan 50 daginn, Junior? Ég bara fyllandi fínn og ég var hrillinn. Fyllandi fínn? Já, mjög góður. Já. Veistu hvað ég gerði í gær? Ekki hugmynd. Á ég að vita það? Þú gætir giska á það. Ok. Ég hendi í... Hendur í eðlu? Ég hendi í eðlu. Ok. Ég fór í gær, fann mér eldfast mót, setti rjómaost í botnin, sterka salsa yfir, smá stráost yfir, inn í ofn og fekk mér snakk og ítífu. En þú sendið mér ekki Snapchataði núna? Þú gerir það oftast og færðir eðlu? Já, ég sendi svona í annarkvöldsskipti. Ég fæ mér eðlu. Svo fólk fær ekki að dæma, kannski? Já, það er bannað að dæma. Það er reyndar hárrétt í þér, það er bannað að dæma. Og vikan búin að vera fín hjá þér? Vikan búin að vera æðisleg. Já. Og bara já, ég bara... Þú búin að vera edrú alla vikuna? Hvað er þetta? Ég er bara búin að vera mjög duglegur. Við vorum að semja lag félagarnir og við erum að fara í hljómskálan. Já. Þannig að við áttum að semja lag og gera lag og það er bara, við erum að vinna í því. Ég fyrir stúdíó eftir þátt. Ok. Við erum með Fanta þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við erum með sturla staðreyndir á sínum stað. Já. Og dagskrárleður. Við erum líka með augljósar staðreyndir á sínum stað. Ertu með þeim þannig aftur? Þetta er ég ætti bara minn liður. Já, ok. Ég ætla að hafa allar 50 dagar sem sagt. Já. Og það eru mjög augljósar í dag. En hvernig virkar þessu augljósar staðreyndir á þér? Já. Vilt þú meina því augljósari því betri eða? Það finnur bara eftir ákveðin það er litið. Þú veist eins og ég veitir ég með mjög góða sturlaðar staðreyndir. Já, ég er með mjög augljósar og góðar staðreyndir. Já, og þegar það eru mjög sturlaðar þá finnst mér það mjög góðar. Hvað telst mjög góðar augljósar staðreyndir? Það eru mjög augljósar. Já, það eru mjög augljósar. Og ég kom það skemmtilega óvart líka. Kannski er eitthvað svona, vissur ekki? Nei, ekki ef þetta er augljósar staðreyndir þá er mjög líklegt að ég viti þetta. Það kemur í ljós. Það ekki það? Það kemur í ljós. Það eru hérna allavega eftir hjálum. Svo erum við með stigaganginn á sínum stað. Já. Hann er alltaf hressandi, hann er orðin að 50-dags lið. Já, enda þú veist, það er líka minn uppáhaldsliður. Já, þú sveppi gaf leiði fyrir því að hann er á 50 dögum. Já. Og svo ætlum við nýjan dagskrárlið sem heitir Haugur sækjur vinnu eða Aumingjar sækjum vinnu. Og þessi hugmynd kviknaði eftir að við hringdum á Nonnabit á sínum tíma og vorum að sækjum vinnu þar mástu. Já. Sem algjörur haugar. Já, það var mjög skemmtilegt. Já, þannig að við ætlum að prófa að hringja hér á eftir í fyrirtæki sem er að auglýsa eftir starfskrafti. Já, þetta er alltaf, þetta er alltaf einhver sem er nýbúinn að kýla í fötu og er heima hjá sem er allt yfir sig og svona. Já, bara svona nettur aumingi. En við skulum hefja þáttinn á Rúti Mental, lag sem var gríðarlega vinsælt hér í sumar og ég er ennþá að fíla það. Já, og hvetjum hlustendur til að hækka í græjunum. Já, og bara feel the love. Feel the love. Þetta er Rudimental hér með Feel the Love. Virkilega flott lag. Já, flottri hljómsveit. Ég fíla þetta band alveg í tællur. Já. Mér er svolítið leiðilegt að ég hef mistað þeim þarna á Keflavík Music Festival. Já, voru þeir þar? Já, þetta var eitt af þeim böndum sem ákvaða að spila á hátíðinni. Já. Man hafði getað séð þau. Og þau voru víst hrikalega góð, sko. Já, ok. Þannig að leiðilegt að mista því, en það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Og er tróð fullur slúðupakki í dag? Já, ég er með alveg þéttan pakka. Þú náttúrulega ert líka, þú ert með íslensk slúður eftir. Já, ég er búinn að vera duglegur á göttunum að hlera. Já. Og ég kom með nokkuð slúður. Og ert með fína pakka handa okkur? Já, og bara algjörlega og bara svona fjölbreyttan pakka. Ég heyrði ýmislegt nokkra og þeim koma svona og þetta er Siggi Hlu og Gunni Nels og fleiri, þannig að þetta er skemmtilegt. Ok, glæsilegt, lakka til að heyra hann eftir. En við byrjum á slúðri, erlendu slúðri. Ok. Og ég ætla að segja frá því að Matt Damon, Matthew McConaughey og Anne Hathaway, þau eru á leiðin til Íslands. Já. Og er að fara að leika hér í kvikmynd, nýjastu kvikmynd Christopher Nolan sem hann gerði, Batman-myndirnar ódöðlegar hér árið. Já. Og það verður gaman að fá þessar stjörnur til landsins. Hvernig líst þér á það að Ben Affleck sé að fara að vera Batman í? Já, við erum náttúrulega bara að ræða það fram og tilbaka hérna. Nú er það? Já. Ég er náttúrulega að hlusta ekki á þáttinn. Nei, þú ert bara einn á 5. Nei, við reyndar Egil tóku það bara fyrir á föstudaginn. Ég veit ekki, ég er svolítið hræddur um það. Mér finnst það bara svo skrítið hjá Ben Affleck. Mér finnst hann ekki þurfa þess. Nei.
En hann samt, þú veist, það eina sem sést alltaf svona munnsvipurinn. Já. Hann svona með fína rót og kjálka og hann getur verið góður í þetta. En svo hann náttúrulega sést hann allir sem Bruce Wayne, sko. Þá hann ekkert með grímuna, en jú, ég verður ekki Ben Affleck, þetta ekki töffari og eftir að vera þitt bara. Jú. En þú mættir hitta, þú mættir velja að hitta Matt Damon, Matthew McConaughey eða Anne Hathaway, segjum bara á kofa Tómasa frænda og góðu skralli hérna á laugardagskvöldi. Já, Friends-lagi væri í gangi í spilarunum. Nákvæmlega. Ég hef verið þar og DJ-in henda á Friends-laginu. Já, sjálfsögðu, það bara svona gerir á laugardagskvöldi. Hvernig myndir þú velja? Ég myndi segja Matt Damon. Já, Matt Damon meira þess að bara held ég einn af mínum uppáhaldsleikur. Já, hann mjög góður. Ég held líka að hann gæti verið eitthvað svona, þú veist, það geti verið góð típa, hann myndi alveg nenni að taka stöp með þér og þú veist, aðeins að fara yfir málinn og maður geti aðeins að röflað í honum, sko. Og líka ekki það væri ekkert leiðilegt að vera með Matthew McConaughey. Nei. Ætla hann væri bear on. Er hann einhvern tímann í ból? Nei, ég held að sé nú yfirleitt bear on, sko. Hann verður alltaf bear on. Já, ég meina, verður þú ekki bear on og verður í þessu formi? Jú, mjög líklega. Sveinu þá. Svo það, hún Miley Cyrus greið, hún í hverjum einasta slúðupakka þessa dagana. Já. Og Liam Hemsworth, leikarinn, sem með bróðir gausinn sem leikur Thor, hann hættu við að giftast Miley Cyrus, eða svona vil slíta trúlónni. Já, eftir þetta sem kom upp á þetta. Nei, svona, þú veist, liggur það ekki svona beinast við, þetta kemur akkurat eftir það. Jú, en... Ég veit ekki, hefði ég verið heima til þess með mömmu og pappa og ég væri trúlofaður, Miley Cyrus. Já. Svo myndi ég segja við mömmu mína, Hafdísi Sveinsdóttir, bara herðu mamma. Akkurat, þið eru að horfa saman á þetta? Já, við erum bara að horfa á hátíðina, sem ég hef ekki komist sjálfur. Svo myndi ég bara segja mömmu, herðu mamma, hann kemur hérna kærasta mín, sem ég nú trúlofaður, Miley Cyrus, það verður hún gaman að sjá hana, syngja. Ég myndi giftast þessu tík. Já, svo myndi bara byrja þetta atriði. Já, það væri ekkert eitthvað svona, hvernig, spyrja mömmu sinni bara, hvernig fannst þér kærasta mín hann á sviðinu? Nei. Þetta svona, hún skeita hans þarna greið. Hafdís, hún reyndar. Mamma reyndar, mamma dæmir ekki, sko. Nei, mamma dæmir ekki. Enda bannað að dæma. Næsta. Næsta og síðasta slúður dagsins, það af Kris Jenner, sem mamma Kim Kardashian. Það alveg ótrúlegt hvað ég nenni að fjalla þessa blessuðu fjölskyldu hérna í þessum þætti eins og ég kom með leiðan. Ég fjallaði það hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan að hún var að byrja með sinn eigin spjallþátt. Svo fjallaði það að það vildi engar stjörnur koma til hennar. Og svo fjallaði það að Kanye West mætti til hennar. Ætla núna að fjalla það að það verið að cancela þessum þætti því að það bara ekkert áhorf á þetta og nennir enginn að mæta. Já, sko, fyndi samt og það nennir enginn að hlusta á þetta og tala þetta svo leiðis. En pabbi minn, af öllum mönnum, hann alltaf að horfa á Kim Kardashian. Keeping up with the Kardashians. Það pabbi alltaf að koma af, liggur hann eitthvað upp í rúmi, ég að horfa á þáttin eitthvað. Það alltaf að gerast þetta núna með hann svo gaman. Það var millega svona að dulda sér hann í garðunum? Nei, það bara Kim Kardashian eða hvað sem þetta Kim Kardashian? Og Amazing Race. Það allt annað. Já, það ekkert annað sem kemst inn. Ég vil það fyndi að pappi eins bara liggi upp í sófa og horfa á Kim Kardashian. Hindi senior, Sigga bara frammi, hún ennur þess ekki. Nei, það bara einn að horfa á þetta. Það bara einn, sko. Það reyndar, sko, svo ég takkir upp hanskan fyrir pappa, en maður getur svoleiðis fest yfir eins og bara Neighbors og eitthvað svona ruggli, sko. Já, svo til líka að skila þið til þín að kuldaskotnin sem að lána þér, þú mátt skila þeim. Voru þeir ekki þeir eru í FM-pílunum heldur, frá því á þjóðhátíð. Segðu pappaðinum að ég kíki bara aftur á garðin hjá hann í staðinn. Hún ekki lítið stoltur á honum, en þetta flottur garður hjá garðinum, ég var að gefa hann það. Hann svona út í garði og svo horfir hann á raunveruleika sjónvarp. Já, ég alveg til að kíkja á Steinda Senior og horfa á 2-3 þætti af Keeping Up with the Kardashians. Þetta var slúðupakki dagsins, svona la, ég veit það, ég veit hvenær hann góður og hvenær ekki. Þetta var ágætt. Já, þetta allt í lagi. En þú ert svo með þinn slúðupakka eftir, sem íslensk slúður. Já, hann funheitur í dag. Já, og svo ertu líka með augljósa staðreyndir, eða ekki? Jú, það hellingur að gerast á Steinda í svona þætti. Já, ég ekki alveg að spenntur fyrir augljósa staðreyndurum, en hlakka til að heyra íslensk slúður, það alltaf gott. En áður fyrir mig í augljósar staðreyndir ætlum við að byrja á auglýsingum. FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Mertu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara Back to School með fulla einbeitingu. Taktu, Barbeisinn á 150 krónur í allt sumar.
Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Grillhamborgarar Fabrikunar eru í tilbúnum pökkum með brauði, salti og pipar. Mundu að kippa einni af dásamlegum sósum Fabrikunar með. Hamborgarar Fabrikan í Hagkaup. Skólaföt. Next Kringlunni. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljartbarinn Faxafinni. Allir leikirnir í enska boltanum í beinni á Players við Gullinbrú í boði Carlsberg. Ekkert babb í bátinn minn takk. Bara brakandi ferskleika. Hrollabátar. Ávallt ferskir. Útsala á golfvörum hafin í Intersport. Vandaðar merkjavörur á frábæru verði. Intersport. Alvöru sport. Nike hlaupaböksur í TRI. Suðurlandsbraut 32. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar. Milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Þetta eru strákarnir í Kaleo, voru í Vaglaskói. Mósvellingar. Búið að vera gríðarlega vinsælt lag hér á FM 957. Þeir eru með að spila á hátíð sem að þú ert að kynna helgina, ekki? Jú, á túnunu heima á laugardaginn. Ég fínt að koma inn á það. Það eru svona úti tónleikar á miðbæjartorginu okkar. Já, í Mosó. Það er Raggi Bjarna og Erpur og Páll Óskar og allt þetta gengi. Ég hef nú kynnt þessa hátíð með þér ekkert. Já. Ég maður rétt. Og ég var að kynna og þetta er frítt. Allir geta komið. Ég staðin það vel síðast að þú ert bara einn núna. Já. Gaman að þín. En það styttist hér í, sturlaða staðreyndir, stigaganginn og fleira. Það má vel vera. En, veistu hvað er að fara dætti núna? Já, með að þú heldur á þessu blaða þá... Þetta eru augljósa staðrendir. Augljósa staðrendir að þetta er. Augljósa staðrendir. Láttu eitthvað undir. Ég var til í Mr. Selfridge betan. Mr. Selfridge betan? Hvað meinaru? Ég var búin að finna hann af það. Þú ert náttúrulega gamall útvarpsmaður. Hvað ertu bara stjórnöldu? Nei, hendur á fyrir mig. Þetta hér? Akkurat. Hækka þess í þessu. Er þetta reynd að gera augljósa staðrendir leðilegri? Alls ekki. Höfum þetta bara hátt undir og þarna. Það komið augljósa staðrendum. Og það eru 5 í dag, eins og alltaf. Mr. Selfridge betan. Það eru 5 eins og alltaf. Ok. Og ég ætla að byrja. Þetta eru sem sagt, fyrir þá sem er að hlusta í fyrsta sinn, þetta eru staðrendir og það eru allar augljósar. Þetta eru ekki sturlaða staðrendir sem ég er með. Ekkert vera að skjóta þetta niður. Ég er ekki á því. Fyrsta augljósa staðrend dagsins. Hundamatur er ekki gerður úr hundum. Nei, nákvæmlega. Þetta er augljós staðrend. Kemur engum á orð. Þetta er augljóst. Þetta er mjög augljóst. Ég held að enginn haldi það. Ég veit ekki hvað ég á að segja eftir svona staðrend. Herðu, ég er ekkert með eina stæla þegar þú ert með þína sturluðu. Nei. Ok, ég held áfram. Já. Augljós staðrend nr. 2. Næst þegar þú þarft að hringja. Símtal. Já. Prófaðu að nota gúrku. Það mun ekki virka. Þú þarft að nota síma. Augljós staðrend. Þetta er augljós staðrend. Þú getur ekki hringt símtal. Þessi var óþægileg stundi. Hæ? Þessi var óþægileg. Nei, þetta var bara mjög augljós staðrend. Herðu, þá er næsta. Já. Apar mega ekki fljúga flugvél. Akkur horfur alltaf svona á mig þegar þú ert búinn að segja þetta? Bara eins og ég hef ekki átt að vita þetta. Ég veit alveg að apar mega ekki fljúga flugvél. Þetta er augljós staðrend. Já, ég veit, en svo horfur alltaf á mig. Apar mega ekki fljúga flugvélum. Það er bara bannað. Það er bara að taka fyrir það. Það er mjög augljós staðrend og ég skil það alveg, en mér svipurinn sko alltaf þú ert búinn að lesa, þá horfur á mig eins og ég að koma, og ég er ekki að fara að rökra þetta við. Nei. Þetta er bara augljós staðrend. Ég veit það. En fannst þér hún ekki augljós? Jú, hvað vilt að ég segi þegar þú horfir á mig? Ég á ég að horfa eitthvað annað. Ég horfir bara beint fyrir fram á mig. Ok, þá höldum áfram. Það er bara að trufla augljósa staðrend. Ég gerir þetta ekki við Sturluðu. Þá er það 4. Já. Það eru 5 í dag. Það eru engar líkur á því að þú verður orðin flóðhestur í næstu viku. Þetta er svo mikið kjaftaðum. Ég er ekki að tjóka, það eru engar líkur á því. Nei.
Þú verður ennþá Auðun Blöndal. Já, ég verð ekki okkur flóðastur. Nei. Augljós staðreynd. Augljós staðreynd og það var að síðasta. Já. Hún í miklu uppáhaldi af mér í dag. Ef að frænka þín væri með tippi, þá væri hún frændið. Já, þetta voru, ákveðs að horfa á mig núna, þetta voru augljósa staðreyndir þennan þriðju daginn áum smá Pitbull og Kristján Aguilera, þetta var flott í það stundu. Takk fyrir það, takk fyrir það. Á FM 95 Blö og FM 957, Auðun Blöndal og Steindi Junior hérna með ykkur í stúdíónu. Hvernig stóðið mig? Bara mjög gott. Fínast innkoma. Þetta var svona ekta FM innkoma líka. Já, þú líka hefur náttúrulega unnið oft í útvarp á þetta. Já, ég kann þetta alveg. Herru, hérna, ég var að sjá svo skemmtilega frétt. Nú, hvað sem ég er svona búin að fylgjast svolítið með þessari frétt. Nú, hvað með hana? Ég sá hérna daginn að hann, vinnur okkar, Skúli Moag? Já, hann týndi bátnum sínum. Hann týndi bátnum sínum. Já. Og pælið því, hann lendir því að hann týnir honum ekki, hún með stólið, sko. Já, náttúrulega stólið. Já, og hérna, það stelur ykkur bátnum hans. Og fyrst held ég, sko, að þetta væri svona, þú veist, ykkur sjóræningi. Þú veist, ekki sjóræningi, þú veist, ekki sjóræningi. Að bátnum hafi verið stólið á sjó. Á sjó, sko. Það hefði verið svona meira spennandi. En hann var bara í einhverju skemmu, sko, einhver staðar í Hvalfirði eða eitthvað. Já. En það sem ég fannst skemmtilegt, að ég var að lesa núna, hann er búinn að finna bátinn. Já, hann sko bauð 500.000 fundalun. Já, hann bauð 500.000 fundalun og báturinn skila sér strax. En bara daginn eftir? Daginn eftir. Og ég var að spá. Fyrsta lagi, ætla hann hafi borgað 500.000. Það verður mjög gaman að... Já, það er enda það góð búin, það kemur ekki fram í fréttinni, hvað það er að borga hann. En gefum okkur það að Auðun Blöndal væri einhver staðar á röltinu, sérði þarna einhvern svona skítugan pick-up, svona algjöran svona klassískan skítugan pick-up, svona í bíómyndum alltaf eitthvað, up to no good, með bátinn bara á króknum hjá sér, á leiðin einhvert. Bátinn að skúla. Bátinn að skúla og þú nærð að losa hann og fara með hann og hringi skúla, þú verður eitthvað svona smá hetja. Já, þvílík hetja. Ég var ekki að bjarga barni, sko. Nei, ég reyndar ekki, þú bjargar þetta, bjargaði barnum að skúla móna sinn. Já. Færið lagt inn á þig bara, 500 skall. Já. Og þú myndir ekki fara eitthvað svona borga niður skuldir eða fjárfest eitthvað svona kjáltaði, þú myndir bara fara að eiga honum. Já. Fjárfest? Þú tala bara eins og að það hefur verið 5 milljónir í fundavelur. Hvað myndir þú gera fyrir finningin? Fyrir 500 skallin? Já. Ætli myndi ekki bara kíkja á United-leik eða eitthvað? Kíkja til útlanda? Já, þú veist, þetta er ekkert, sko þessu upphæð sem hann var að bjóða fyrir að finna bátinn, þetta er ekkert eitthvað life-changing upphæð. Ég fór svolítið að spá í því þegar þú varst að segja það, sko. Þetta er alltaf bara... Hvað hafður þið gert? Þú tala bara eins og hann hefur að bjóða bara upphæð sem að myndi breyta lífið þínu. Já, ég skeit smá með, þetta er nú bara... Hvað hefur þú gert til að þið pinningin? Nei, er þetta ekki bara 4 og 5 bónusverðir? Er þetta ekki bara að kaupa í matinn almennilega nokkur sinnum? Já, svona basically. Vá, mér fannst eins og heimurinn myndi bara breytast. Já, að fá 500.000 frá Skúla Moag. Svo að vinna í lottó. Þannig að þetta var ekki þess virði fyrir að stela bátnum? Nei, ég hugsa að maður hefði bara látið bátnum fara, sko. Já, en ég var einmitt að ræða það við Sveppa eða Pétur að það er alveg típist að sá sem stál bátnum. Svo sér hann bara inn á DF.is, það er alltaf, það er bölva vesen fyrir það, bara að burðast með eitthvað bát sem þú stálst í Hvalfirðinum. Já. Svo sérðu bara inn á, DF.is eða Vísi.is, Skúli Moag borgar 500.000 fundalun. Þá tekur þú bara símtalið, ringir bara, herðu, ég var að sjá eitthvað bát sem er helviti líkur þínum og fær bara 500.000. Já. Nei, ég minna að þú start náttúrulega... Það var þjófurinn. Já, þjófurinn. Já, algjörlega. En, já, algjörlega. Ég myndi bara, það sem ég myndi gera, ég myndi panika svolítið þegar ég myndi sjá að hann ættan. Ég er smá hrættu við hann. Við Skúla? Já. Og ég er svona hrættu við svona menn, sko. Ekki þá að fara á forsýningar. Hann og Rikkur mætt á forsýningum. Það var í slúrunni síðast. Það er komið að auglýsingum núna, kæri hlustundur, svo eru það sturlaða staðreyndir, stigagangurinn og nýr dagskrárliður sem heitir Haugar sækja vinnu. Það breytast við Steindi í Hauga. Við erum reynda nettir Haugar, en leikum svona ennþá meira Hauga og erum að sækja vinnu hjá fólki sem er að auglýsa eftir starfskrafti. Fáum auglýsingar fyrst. FM 957 og Sena kynna. People started lining up 5 days ago. One Direction 3D This Is Us.
mögnuð kvikmynd vinsælustu hljómsveit heims eftir sjálfan Morgan Spurlock. Myndin frumsýnd 7. september en þú getur séð hana strax næstu helgi á sérstökum forsýningum í Smárabíói og Háskólabíói föstudag, laugardag og sunnudag. Þessum forsýningum bætt við vegna fjölda áskorana en miklu færri komist að en vildu á heimsforsýninguna í síðustu viku sem var í beinni frá London. Miðasala hafin á emiði.is. 3 forsýningar í boði helgina og athugið að ekki hægt að bæta við fleiri sýningum eða sölum. Fyrstir koma, fyrstir fá. Hlustaðu á FM 957 og þú getur unnið miða fyrir 2. Sena og FM. Fullbúð af nýjum haustvörum. Herra Hafnarfjörður. LG Optimus G snjallsíminn sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Þú búinn að skoða hann? Hann nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið gott. Ef þú ert ekki komið með drepleið á Get Lucky-laginu, þá getur þú hlusta á það 4980 sinnum í viðbót á Spotify fyrir 10 GB. Ekki gera það samt. Engar áhyggjur á 500 krónur. Tal. Corona kynnir. Yamaha, La Fontaine, Kerr, Steindór og Mugli taka þátt í undankeppni Movida Corona, stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem á föstudaginn. Keppnin byrjar klukkan 10, 1500 krónur inn og ískaldur Corona fylgir. Te og kaffi sér kaffiböninnar, brennsluna, kaffivélarnar og gæðatekkin á stöðinni með bragðgóðum árangri. Stöðin. Egilskull kynnir. Allir leikir í beinni á risaskjám. Enski og meistaradildin. English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Egilskull. Léttul. You're just flat out saying your wife's overweight. Oh, no. She's under-tall. Nú styttist í Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Náman og Sena. Við elskum grín. Upplifðu dansgleðina af Hætti So You Think You Can Dance með Cameron Bink. Fjöldi sjóðheitra námskeiða í boði. Danskeppni og glæsileg jólasýning í Hörpu. Tryggðu þér pláss á danscenter.is. Dansgleði með Danscenter og Stöð 2. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Með Vodafone Eurotraveler borgaru 0 krónur fyrir móttekin símtöl á ferðalögum Evrópu. Vodafone. Nike hlaupaböksur í TRI. Suðurlandsbraut 32. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hér á FM heitir Hold On, We're Going Home og með Drake, virkilega flott lag. Virkilega gott. Já, þetta kaffi. Maður verður svona mjúkur. You're a good girl and you know it. Já, mjög gott. Þið ert alla hlustendur til þess að hlusta á svona músík. Já, þetta þægilegt. Já, þetta þægilegt. En áður við förum í stigaganginn, þá ætlum við sturlaða staðreyndir. Ok. Ekki? Jú, ég til það. Og já, sturlaða staðreyndir, þá ég með 10 staðreyndir sem eru sturlaðar. Þetta eru ekki augljósar staðreyndir, þær eru búnar í dag. Nei. Því miður. Þær voru frábærar hér og þakka þér aftur kærlega fyrir þær. Takk fyrir það. Og þú komið þinn eigin bedda á svona. Já. En ertu til í sturlaða staðreyndir hins vegar? Ég klár. Það ekki? Jú. Á byrjuðu hér á fyrstu. Gírafar sofa aðeins í 30 mínútur á dag sem skiptist niður í 6 5-mínútna blundi. Já. Þannig að þeir leggja sig... Power naps. Já, þeir leggja sig bara í 5 mínútur, 6 sinnum á dag. Já. Það er ekkert smá lítið, maður. Þeir sofa rosalega lítið. Já. Hvað lifaði lengi? En það er ekki eitthvað sturluð, það er hindi. Já, ég sko reynda búin að vera lesa svolítið gírafa núna. Ég var með sturlaða staðreyndir og í gær líka. Ertu heima hér að googla gírafa og... Já, svona ef ég hef ekkert að gera þá fyrir stundum að tekka eitthvað svona skemmtilegt til að reyna að krydda þetta eins. Já. Og ég var einmitt með gírafa staðreyndir gírafa í gær að félaginn á þeim. Fermingabróðurinn, ef hann í stuði þá er hann 1,5 metri. Já. Það er ágætis tól. Já. Það er bara jafnstórt og Pétur. Já. En já, þeir sofa í 30 mínútur á dag. Já. Og Fyllingurinn Pétur eða Pétur sjálfur? Það er bara Pétur sjálfur. Okay. Hann er svona 1,70. Já. Herru, svo er það hér, það er hvað er ekki leið með það er 23 ára karlmaður í Nebraska
sem heitir núna, fyrir að breyta nafninu sínu, löglega hann í Bandaríkjunum, hann heitir núna Tyrannosaurus Rex. Það reyndar eitt harðastanann sem hægt að heita. Steindi Sællun, þetta vinur minn Tyrannosaurus Rex. Það með kanan samt og þessa risaðilu æði sitt. Þetta risaðilu æði. Ég hef nú alveg gaman að risaðilu. Nei, þetta samt hvergi að vinsælt í heiminum og í Bandaríkjunum. Sko, Bandaríkjumenn elskar risaðilur. Það eru allir eins og bara þegar ég var í skólunum og svona sem gutti, það var allir með svona risaðilu nestisbox og, veist, hann bara fascinated. Hérna á Íslandi? Nei, í Bandaríkjunum. Bjóst í Bandaríkjunum? 2 ár. Þú bjóst ekki Svíþjóð líka? Já. Það rosalega margt sem ég veit ekki um því. Já. Þurfum að taka kaffi. Og margt sem fær aldrei að vita. Þannig að þú fílar nafnið Tyrannosaurus Rex. Já, mér finnst það æðislegt. Ef þú mættir breyta nafninu þín eitthvað svona flip, hvað myndir þú hendi? Þú mættir heita hvað sem Snarrælan. Myndir heita það? Nei, ég veit ekki, ég myndir örugglega heita Góró. Góró? Góró. Okkur. Úr Mortal Kombat. Risastór með 4 hendur. Hvað ertu gamall? Ég 29 ára. Ok, herðu að höldu áfram. Karlkyns, já þetta er mjög gott. Karlkyns gvartersnákar, þeir þykjast vera kvenkyns gvartersnákar, svo að aðrir karlkyns snákar kúri með þeim og þeir fá hitan frá þeim. Þannig að þeir eru svona, það eru snákar að núti sem að þykjast vera gay til að fá kúr. Já, þykjast vera konur bara, ekki gay. Já, til þess að fá kúr og hita. Já. Þannig að, já. Óþægileg staðreynd. Nei, það er ekki bara eitthvað krútlegt við þetta. Ég meina, mér finnst bara að ég geta að vera neitt krútt eftir snáka. Eins og snákurum myndi sjálfur segja, no homo. Já. Skilur, hann er bara að reyna að fá hita. Já, en þú veist að það var manneskja sem lendi því hérna á Íslandi, hún var með snák. Já. Og og síðan er hann búinn að vera eitthvað einkennilegur. Hann er ekkert að éta og eitthvað svona. Vissur þetta? Nei. Við vorum búin að tala um þetta, held ég. Jú, þú. Eða ekki? Snákur og hann var ekkert að borða. Hann var ekkert að borða, hann var hálfveikur. Og svo vaknar hún, þá er hann svona að mæla, þá liggur hann svona stífur við hliðina á henni. Svona búinn að rétta úr sér. Og þá bara, heyrðu, hinga og ekki lengar, hann er komin upp á búrinu, hann er fann að leggjast þetta hjá mér og svona. Furðulegt. Lit skoða þetta eitthvað og þá var hann að mæla hann út. Þá var hann að fara að vaða í eigandan. Þessir kjafta. Jú, þeir gera þetta. Þeir mæla út. Snákar. Býtu hvað, var hún með anakondu hann upp í rúminu hjá sér? Það er eitthvað svona kirkjuslanga. Hættu þessu bulli maður, við erum í sturglum staðrænti núna, ekki kjafta þessu staðrænti. Við erum ekki beinni sko. Já, svo er það hugmyndasmiðurinn á Pokémon er núna metinn á $5,1 miljard sem er sem sagt 5,1 sinnum 130 miljardar. Já, ég held að þetta sé nefnilega eitthvað snilld. Getum við ekki fundið upp á eitthvað svona nýju? Jú, mjög líklega. Er ekki komið tíma á eitthvað fest? Ég er náttúrulega komið góð sjálfsannlega í senstu viku. Já, en ég er að tala er ekki komið tíma á eitthvað fest bara, þú veist, Pokémon er dautt, körfuboltamyndir eru dauðar. Jú. Hvað hétta áttur hérna, Pox, það er dautt líka. Við þurfum að finna um eitthvað nýju. Já, ég hef alltaf verið mjög góður í öllu þessu sem varst að telja upp. Já. Svona einhverjum æðum. Ég náttúrulega var að safna Ronny Sækali þegar kom á körfuboltamyndum. Ég var í 3. sæti á Íslandsmeistaramótinu í boxi. Ég er ekki að grínast í þér, í Laugardalum. Ég fekk reiðhjól. Og svo fór ég í úrslit í Kringlunni í jójónu. Svo er ég kassakongur í Mosó líka, klifur upp svona kassa. Þú ert í bundin að klifur upp svona kókkassa. Hvaða sæti varst í þessari jójó? Ég man það ekki. Þetta er í öll þessu æði eða? Já, ég detta í þessu æði, alveg grimt sko. Ég detta ekki Pokémon, en ég held samt að þetta sé eitthvað geðveikt. Það er fullorðið fólk að spila þetta. Ég myndi skammast mín, ég væri gamall Pokémon spilari. Já, það er ekki... Þetta er svo barnalegt. Já, það er lindamál, ég myndi take that shit to the grave. Já, það myndi ég líka að gera. Svo er það Marvel fyrirtækin, það gaf út blað, sem sagt Marvel gefur út Batman og Spiderman og fleiri. Það gaf út blað árið 1993 sem hétt Spider-Ham og þar var Spider-Pig sem hétt Peter Porker. Mér finnst þetta bara eitthvað að fyndi, þá gæti það ekki þetta með. Þannig að það gaf út eitt blað 1983 sem hétt Spider-Ham, í stæðan fyrir Spider-Man. Og þar var ekki Spider-Man, heldur Spider-Pig og hann hétt Peter Porker þegar hann var ekki Spider-Pig. Þeir mætti alveg endurgefa þetta út. Já, þetta getur orðið heitt svona 2013. Hversu fyndið er að sjá bara svín sem kóngulóa manninn. Það eru bara skemmtilega teiknimyndir. Svo er það hér, þeir sem leika James Bond hverju sinni skrifundu samning að þeir mega ekki sjást í A Tuxedo eða í smoking í öðrum bíómyndum á meðan þeir eru Bond. Það er einn áhugaverð staðreynd þarna, svona meðan.
Þetta er skemmtilegt. Já, svo er það hérna, árið 1978 voru 38 manns handteknir á Aerosmith tónleikum fyrir að reykja gras og vera með ólögleg efni á sér. Já. Hljómsveitin borgaði trygginguna þeirra og kom þeim úr fangelsi strax eftir tónleikana og fór með þeim á djammið. Hvað var þetta hóparfólkið? Þetta voru 38 manns árið 1978 sem voru handtekinn fyrir að reykja gras og vera með ólögleg vímuefni á Aerosmith tónleikum. Hljómsveitin fór eftir tónleikana, borgaði trygginguna, sem sagt bara hjálpaði þeim á fangelsi og fór með þeim á djammið. Ánægð með þá. Já, Steven Tyler, sko, hann var hann daginn í American Idol. Já. Hrikalega svalur náingi með þessu. Maður sér alveg bara, hann er búinn að skemmta sér gegn tíðan. Hann er eins og tyggjói framann. Hvað er hann búinn að lifa lengi? Reyndar, hann er hvað, 50 eitthvað myndi ég halda. Ok, ég held að hann væri 100 ára gammal. Nei, hann er hrikalega, þetta er eitraði töffari, sko. Já, baneitraði. Það eru 3 ár eftir. Þú þarft að labba samfleytt í 6 klukkutíma til að brenna einni Big Mac máltíð. Já. Og ég veit að það eru margir að hlusta núna sem að henda sér á McDonalds þegar þeir eru erlendis, meðal annars við tveir. Já. Þá maður ofta að hugsa, maður er svona stundum að réttlæta þetta, skilur. Ég er búinn að labba í allan dag, maður er ein Big Mac máltíð. En þú ert actually að labba 6 tíma samfleytt. Já. Ég held að fólk eigi að hætta að hugsa svona. Já. Er það ekki? Já, þú ert ekkert mikið að hugsa þetta. Nei, maður er líka bara, þú veist, maður á bara að vera feskur. Maður er jafn dauður hvort þeim maður. Já. Talandi þetta, 15 mínútna æfing á dag bætir 3 árum við líf þitt. Já. Æfið þú einhvað stundi? Nei, en ég var líka alveg til að sleppa að láta skeina mér í 3 ári viðbútt. Ég ætla að kveðja þennan heim bara í kringu fertugt og vera bara sáttur. Þú fer aldrei í ræktir eða reitt? Nei, það myndi ég aldrei gera. Nei, ok, sko, afi minn, hann, blessu sér minninga hans, hann kvatti í lok síðasta ás. Já. Það var enginn að skeina honum, sko. Nei. Ég hefði alveg viljað 3 ári viðbútt með honum. Já. Jú, það er oft hannig, sko. En bara... Já, þú vilt bara kveðja þetta þessir. Já, ég er bara sáttur. Já, þannig að þú ætlar ekkert að æfa. Nei. Síðasta styrlaða staðarinn dagsins. Já. Konur eru jafn graðar og karlmenn, en þela það bara betur. Samkvæmt sturluðum staðarindum. Já. Við erum nú yfirleitt finnst það bara graðari. Er það málið? Nei. Ég þarf að vera að kynast henni Sigrúni aðeins betur. Þetta voru sturlaða staðarindur ég er í FM 95 blöð. Fólk er svo ógeðslegt maður. Hvað finnst þið gretta ógeðslegt? Nei, bara svona, þú veist að konur og kallar jafn gröð einhvern veginn, þetta er bara... Þetta er eitthvað að ræða, þetta er neitt meira hérna. Þetta er ógeðslegt. Já, það er eitthvað suppulegt við því sem að fara að ræða. Þetta var bara sturluð staðarind og ég held að... Ég hafði gaman að þeim. Ég líka. Skemmtilegasta staðarindin. Já. Ég ætla að segja að hún hefði verið titlingurinn á gírafarum. Já, hún var samt í gær, ég var bara að rifja hann upp að því að gíra var svo við hálftíma. En ég vil þakka þið fyrir áhörnina, Steindi, og ykkur hlustendur. Takk sem leys. Og ég ætla að launa ykkur með... Skúli Mennski boða til tónleika á Gamla Gauknum, 5. 29. ágúst. Endalaus ást og gleði. Húsið opnar klukkan 9, ekki láta ykkur vanta. Gamli Gaukurinn. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Cube. Mig langar í Cube. Útsala út ágúst hjá TRI Suðurlandsbraut 32. Eins og sængin yfir mér og þegar norður ég fer þá vil ég fá mér búst með þér. Keaskir, prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Fullbúð af nýjum haustvörum. Herra Hafnarfjörður. Stundum þarftu smá lán. Þú stjórnar upphæðinni og við leggjum inn á reikningin þinn samdægurs. Múla.is. Peningar á mannamáli. Epli, Laugavík og Smáravík. Epli.is. Vantar þið tölvu fyrir heimilið, skólan eða vinnuna? Kíktu við hjá okkur því við erum með úrvalið. Advania. Allir leikirnir í enska boltanum í beinni á Home, Austurstræti 12, í boði Carlsberg. Nike hlaupaböksur í TRI Suðurlandsbraut 32. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Nú er boltinn hjá þér, lengjan. Taktu þátt í leiknum.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallpakka. Það er Jói Dans, vinnu minn, sem sér hann. Hann er hrikalegur maður. Það er alvöru dansmaður. Það er alvöru dans. Ætli ykkur sé að dansa svona, niður í bæ og svona? Ég vona það. Já. Því að þetta er flottur dans. Það styttist hér í Haugana og sem ætla að sækja vinnu, sem er nýtt dagskrárliður. Svo er íslenska slúðrið hjá Steinda á eftir, en það er eins og að komið að stigagangum. Já. Og stigagangurinn er dagskrárliður sem var alltaf hjá okkur á þriðjudum, en það er búið að færa hann yfir á 15 daga því að þetta er uppáldið hans Steinda. Já. En þú varst nú samt að tala að biðja mig að byrja í dag. Já, þú ert að semja þinn ennþá. Já, sko, algjörlega. Og málið er að ég var svolítið grimmur síðast. Þú skammaði mig svolítið, baðst mig að róa með þess. Já, sko, ég var ekki að biðja að róa. Þú fjárvistasönnun. Þú varst að bara saka fólk glæpi og eitthvað. Já, ég ætla að taka bara svona, eitt svona friendly. Eitt friendly eftir, en já, þú vilt að ég byrja. Já, þú byrjar. Takk þú eitthvað að geða ekki. Á ég að vera pyrraður? Já, verð þú brjálað. Mér finnst þú skemmtileg. Þú ert langskemmtilegastu, þú fær svona brjálað, sko. Ég fíla. Ok, en ég ætla að, er ekki alltaf öllum svona stigagöngum, er ekki öllum illa við og sett með dýr, er það ekki alltaf eitthvað? Er ekki alltaf eitthvað vesen? Jú, það er alltaf vesen dýri. Já, herru, ég er búinn að finna hérna. Þorgerður, já, ég kom með gott númer hérna. Og ég skal byrja þetta, svo tekur þú eftir. Ok, til já. Já, halló. Þorgerður. Já, halló. Þorgerður. Já. Komdu sæl og blessu, Halli heiti ég og var að flytja hérna stigaganginn. Hæ? Komdu sæl og blessu, ég er bara að hringja og kynna mig. Þetta lega hjá hann Elvari? Já. Já. Komin í íbúðina hans. Já, ok. Og ég ætla að athuga hversu strangt er þetta með dýr hérna? Það er bara mjög strangt, það er engin dýr leiðist. Já, þannig að það er svona að reyna að leyna því ef mann er með það. Nei, það var ekkert að leyna því, það bara má ekki. Vonandi hefur Elvar skipt það fyrir þér. Já, þess að það er nú svona að ringja og hlir ykkur. Það eru bara stranga reglur með það. Bæði hjá okkur í stigaganginu og bara ykkur við hlutafélag. En ertu þá ekki aðalega að tala um hunda og svoleiðis dýr? Nei, ég er bara, hvað er hvernig dýr eftir það? Ég er með svona, skiptir það öllu máli eða? Já, dýrahald er bara ekki leiðilegt, þannig að það skiptir máli. Já, ég heyri hvað þitt líð er. Já, dýrahald er ekki leiðilegt í stigaganginu. Nei, en ef þið verði ekkert, ég er að segja að þetta er ekki hundur. Nei, hvaða dýr er þetta? Ég er með naggrís. Já. Og svo er ég með snák. Já, nei, guð minn góður. Já, ég er ekkert að fara að sleppa honum á stigagangin, sko. Nei, það er alveg sama. Ég hef ekki vonað því að nokkur muni taka það í mál. Hver er sérum stigagangin? Já, það er bara allir stigagangurinn, sko. Það er bara að halda húsfundin þetta. Já, ég meina það. Er allir í sama tefruskapinu og þú hérna, eða? Tefruskap? Þetta er bara, sko, þetta er bara lög reglur, sko. Þetta er bara væll. Hæ? Ég myndi skilja þetta ef ég væri með hund sem að væri á stigaganginum eða í garðinum að skýta. Þetta er lítill naggrís og svo snákur sem er bara í búrinu sínu. Já, en þetta verður allavega að, Og svo reyndar er ég náttúrulega með stelpu, ég meina 6 ára stelpu og hún er með kött, en hún er náttúrulega bara hjá mér aðra hverja helgi. Og með köttinn þá? Já, það var svona planið, já, ef ég var alveg reynskilin við þið. Já, það er bara alveg samþykkt fyrir því í stigaganginum að það er ekkert dýrahald. Þannig það þarf allt saman að fara fyrir þá húsfund. Aðra hverja helgi eða? Já. Þannig að það er ekki lagi aðra hverja helgi hún sem er köttin sinni? Nei, það hefur ekki verið leyft, sko. Það hefur komið beinu það áður. Það er allir í þessum pakka hérna, eða? Er þetta bara þú? Það hefur verið bara mjög góð eining það. Já, ætla þú að segja dóttur minna og með ekki hafa köttin sinni hérna hjá mig, þú að kíkja á kallina? Það er náttúrulega bara samtökt húsfunda, sko. Þetta hefur náttúrulega, var Elvar alveg kunnugt um. Já, Elvar vissi bara ekki að litla stelpa mín ætti kött. Ég vissi ekki að ég þurfti að kynna honum ævisöguna mína þegar ég fekk að leiða hérna hjá honum, eða? Nei, en hann á náttúrulega að gera grein fyrir reglum húsins, sko. Já, þetta er önnu hver helgi, stelpan elskar þetta katta og fjöti. Já, það var líka kona sem sóttum að vera með köttin sín aðra hverja helgi. Já, hvað gerði þið, drápið hana? Hæ? Hvað gerði þið, drápið hana, eða? Nei, það var bara lagt fyrir fund og það var samþykkt að það er ekki. Hún sætti sig við það. Já, það er mitt, þess var helviti góður hér.
Já. Voðalega, hvað en hver er að stjórna þessu nasistahætti hérna á þessum stigagangi? Við hver talaði, hver ræður hérna? Það bara fólkið í stigaganginu. Er það þú sem ræður sem sagt, eða? Nei, ég er að reyku. Þú tala þannig, þú ert með þannig tón. Ég hef 1 atkvæði af 8. Já, þú ert með þannig tón að það er eins og þú stjórnar með öllu. Nei, ég stjórna engu sko. Ég er að skila af mér þessu hlutverki að vera einhverju nefnd húsnjóðsveins. Já. En náttúrulega ganga út, en það eru allir. En hvað ætlar að gera þú sér nonna nagrísinn minn hérna á stigagang? Hvað ætlar að drepa hann eða? Heyrðu, ég tek ekki þátt í svona umræðu. Ég drep ekki dýr, en ég virði reglur. Já, það ger ég líka. Þess vegna er ég að spája að fá að beygja eina. Hæ? Þess vegna er ég að spája að fá að beygja eina. Mér var hent út úr fellstúninu fyrir partíhald, þannig ég er ekki að fara að halda neinn partí eða neitt annað, en ég þarf að hafa þessi helvits dýr. Nei, það er náttúrulega að fylgja líka ákveðnar reglur partíhald. Það vita allir sem búi í fjölbýlishúsi. Ég er ekkert að fara að halda partí með nagrísnum og snáknum. Ég er bara að tala um að kannski halda eitt innflutningspartí og allir góðir. Sagðu mér eitt, er ekki Elvar ennþá eigandi íbúðarinnar? Segð þú mér annað, fæ ég atkvæði þitt á húsfundinum? Ég er ekkert að tilkynna þér það núna, nei. Hvað er þetta leynilega könnuna? Nei, atkvæðin kemur fram á húsfundi. Hvað er þetta, Survivor eða? Skrif allir á blað bara og... Veistu það, að mér líkar ekki þessu tótt sem að tala við mig. Ég hef ekkert með þetta húsfélag að gera, ég er bara 1 af 8. Þú líktum að alveg svingja í einhvern annan en mig. Já, ég veit, ég ætla nú að heyra í fleirum. Ertu heima? Nei. Já, ok, hvenær get ég kíkt á þig? Ég ætla að koma og sína... Já, bara ég held að það kemi allt annað hljóði og fengir að sjá nagrísinn, hann er ekkert smá krúllur. Nei, ég hef engan áhuga að sjá nagrís. Þú voru að kíkja á nonna. Sko, ég hef engan áhuga að sjá nagrís. Ég get lofa þér að þú sér nonna, þá ferðu á liður aftur. Ég get lofa þér því. Hann er ekkert smá sætur. Jú, ég kemur nonna. Þú voru að sjá hann er ógeðslega sætur. En ég ætla að ljúka á þessu samtalinu. Ég kíkja á því kvöld með nonna. Þetta voru ekki að fara að leiða mér að vera með dýr, þetta er nokkuð ljóst hvort sem er nonni nagrís eða, snákurinn. Þú varst brjálaður. Já, þú baðst mig um að vera pirraður. Ég hef svo gaman að því. Já, þannig að ég ákvað að gera það bara fyrir þig. En við ekki að taka eitt lag áður en þú tekur þinn? Jó, jöfnum okkur aðeins. Þú ætlar að vera hvað? Þú ætlar að vera aðeins meira friendly, eða ekki? Jú, ég er að spája að vinna með að vera Finnu Flinki, töframæður. Nýfluttur á 3. Töframæður Finnur Flinki frá Flytjavík stigagang. Hlustum á það eftir, heyrum það eftir örskamma stund. Fáum fyrst lag sem heitir Wait For Me og er með, Kings of Leon. Vonandi eru þið á sama máli, kæru hlustendur. Því að ég er búinn að reyna að tróða þessu inn hér á FM, en þetta er ekki spilun hjá okkur, en þetta er í spilun í þessum þætti. Ertu alltaf að lauma inn svona þínu lögum? Já, ef mér finnst ég að flott á þetta. Já, herðu, flottulagkeppnin. Já. Ég var til að fara í hann og eftir. Hún var alltaf á 50 minnsunni, sko. Já, og þú lofaði mér í síðustu viku. Við gerðum það ekki. Ég er búinn að ákveða hvaða lag ég ætla að nota. Já, ok. Það er ekki þennan. Ég held ég sé að fara að vinna þetta. Hleypu ekki hlustandum mínu loftið og þeir velja? Þau velja. En hvernig ertu búinn að velja lag? Þau eru ekki búinn að velja þema? Nei, ég var búinn að velja lag fyrir í síðustu viku. Ok, þannig að þú... Já, fyrir að velja þema. Þannig að þú stjórnar þá þemaðinu eftir? Nei, ég get alveg fundið nýtt lag. Við skoðum það. Skoðum þetta, en ætlaðu þú að taka núna stigaganginn? Já, til það. Og ég tók áðan, ég var pirraður, þú ætlar að leika með hvað sagður, eitthvað töframann? Já, ég spáði að vera að finna Flinki töframæður. Ok. Þú veit ekkert hvert ég ætla með þetta. Ætla að hafa þetta friendly. Ætla að hafa þetta friendly í dag. Já, þú varst glæpamaður síðast. Já, ég veit það. Hérna, ég kom með gott númer. Ok, hringdu. Já. Steinun? Já. Góðan daginn, Finnur heiti ég, Finnur Flinki, töframæður. Ég var að flytja hérna í blokkina hjá okkur. Hæ? Að ég þekka þig? Nei, ok. Ég var bara að flytja inn. Já, flott hjá þér. Ég ætlaði nú bara svona að ringi nágrannana og láta vita að ég væri komin. Já, mér líst vel á það. Og hvar ertu upp á 3. hæð? Já, ég er upp á 3. Já, ok. Og eitthvað upp á þaki líka. Ertu eitthvað upp á þaki líka? Já, svona af og til. Ok, og hvað er ekki á það? Heyrðu, ég var að spá. Ég er að fara að vera með sýningu núna á laugardaginn. Já. Og ég ætlaði bara að fá að halda hana inn í, vera bara á stigaganginum. Já, ok. Já, er þetta bæjarháttíðin sem þú ætlaði að? Já, bæði bæjarháttíðin og svo ætlaði ég reyndar að hafa þetta nú bara reglulega sýningu. Nú, ok, hvað er þetta? Já, fá kannski að vera á ganginum. Og hvað ætlaði að gera? Já, ég ætlaði að blata það, ég er náttúrulega með, þú veist, þetta er náttúrulega reykur og svona alls konar brauð, Já, ok. Og svo náttúrulega er ég með blöðrudýr handa krökkunum og pullur og bara svona almennt, Akkurat. Ég ætlaði bara svona
Fyrsta lagi hvort þú getur styrt sýninguna aðeins. Kannski hent smá pening í þetta sko, allir að sýna smá lit. Já, einmitt. Og síðan ætlaði ég líka aðtöga hvort þú getur sko haft tökkaði að aðstofa mig bara á laugardaginn. Mér líst vel á þig út, svona almennileg og ég held að getur verið... Þú aldrei séð mig, þú veist ekkert mig. Nei, en þú getur nú verið flott með dúa á puttanum og haldandi á kaninu og verið hún í boxi menn í sagaði og eitthvað svona, þetta getur verið skemmtilegt. Nei, veistu það, ég held að verið að lega mér að sleppa við það. Ok, en er eitthvað séns að ég geti kannski fengið bara sínaði trikkin komið og ég geti að vera lifta þarna einhverjum borðum svona með fingurgómunum og ég læt hluti svífa og allt sko, ég er með spilagaldra og... Já, hérna, hefur það ekki bara... Þú átt aldrei eftir að fatta spilagaldur sem ég er með? Nei, ég fatta enga galdra, ég er alveg hreint ónefn fyrir að fatta svoleiðis. Já. Ég sé bara þegar þú ert að halda sýningar, þá bara... Já, kíkir á, já, þú vilt ekkert vera aðstofnaðurinn? Nei, ég held ekki. Ok. Fáðu eitthvað þessu unga fólki, það er fullt af unga fólki þarna, og fólk á móti og... Eru krakkar í blokkinni? Nei, vissu það er alveg mjög, það er ekkert orðið að börnum. Jú, það er niðri, neðst niðri. Þannig maður getur ekkert að skjóta þeim og einhverju fallbyssum og eitthvað svona dótt. Nei, það er 2 ára niðri og held ég 14 eða 15 ára. Það er bara einu börnum sem eftir eru. 2 ára? Þú slutti ég villu sem bara blokk, sko. Þú sagði hún verið 2 ára? Já. Ok, en hvað heldur að hún getur haldið á sverði? Nei, það get ég ekki ímyndað mér. Talaðu við foreldrana. Já, herðu? Gerðu það. Ok, já, ég var einmitt að spá með eitt annað. Ertu þarna? Já. Já, herðu, ég ætlaði bara aðtóa hvort það væri bara möguleiki að ég geti fengið saltpítur og sykur, bara upp á búti reik. Og getur? Fengið saltpítur og sykur. Saltpítur og sykur? Það geti blandaði saman á búti reik. Og hvað, viltu fá það mér? Já, geti kveikt í því bara á ganginum. Já, ég á ekki saltpítur. Já, ok, en þeir eru sama átti kveik í ganginum? Nei, helst ekki. Ok, herðu. Já. Ég ætla að sína þér, á ég að sína þér töfrablað? Nei, ég veit ekki það því. Það gera það í gegnum síman. Já, ég get látið mig hverfa. Í gegnum síman? Já, ég skella á. Ég get það líka. Það skelli ég bara á. Hvor á að skella á, ég eða þú? Ég skal skella á. Ætlar þú að gera bragðið? Já, ég skal gera bragðið. Hvað getur við ekki gert þetta á laugardaginn? Jú, af því ég verður sennilega lítið heim á laugardaginn. Já. En Gylfur, bara velkonni í blokkina, ef þú kveikir ekki. Já, ég reyni það. Ok. Takk. Já, hann var rólegur hér núna. Já, svona þægilegur. Já, ég Þú hefur ekki alltaf verið glæpamaður, sko. Nei, þetta var líka svo mikil dúlla sem ég var að tala við og ég ætlaði bara svona að vera friendly í dag. Svona góð kona. Já, ég er bara svona mjúkur í dag. Já, en þú ert ekki mjúkur eftir þegar þú ert haugur að leita þér að vinnu. Nei, reyndar ekki. Aumingjar sækjum vinnu, nýr dagskrárliður hér eftir smástund og íslenska slúðrið hjá Steinda. FM 957 kynnir skólaleikur FM 957 og Kringlunar. Taktu myndaðir þar sem þú lætur fara vel þig í nýju flottu hægindastólunum í Kringlunni og postaðu á Facebook síðu Kringlunar. Mundu að merkja þig á myndina en heppnir aðilar verða dregnir út og fá vegleg gjafabréf frá flottum verslunum. FM 957 og Kringla. Nú er skólastemning í Kringlunni. Allt sem þarf fyrir skólan á einum stað. Kringlan, af öllu hjarta. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þér stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Túborg og Bar 11 kynna. Kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Leiksvið fáránleikans kemur fram. Stórbjór á 4,50 og skot á 4,50. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Viltu halda skemmtilegt barnaafmæli og slá í gegn? Í skemmtigarðinum Smánalind bjóðum við fjölbreytta afmælispakka. 7D, klessubílar, lasertag, sleggjan og klifurkastali. Pítsur og Pepsi fylgja öllum afmælispökkunum okkar og afmælisbarnið fær gjöf í garðinn. Skemmtigarðurinn Smánalind. Skemmtun fyrir alla afmæliskrakka. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home, Austurstræti 12. Kíktu í Kringluna og skoðaðu nýju dásamlegu MacBook Air fartölvuna. 12 klukkustunda batteri, ó já. Opið til 9 í kvöld. iStore Kringlunni. Komdu á opið hús í World Class laugum á laugardaginn milli 14 og 17. Nike tískusýning, dansatriði frá dansstúdíu í World Class. CCA kemur fram, Zumba Show, tilboð og margt fleira. Að auki verður frítt inn á allar stöðar World Class sem á alla hópatíma. Frábær tilboð og kaupaukar.
World Class, ávallt í farabrotti. You're just flat out saying your wife's overweight. Oh, no. She's under tall. Nú styttist í Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Uppselt klukkan 8. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11. Thule, Naumann og Sena. Við elskum grín. Útsala hjá TR í Suðurlandsbraut 32. Út ágúst. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Það eru spennandi tímar framundan á Stöð 2. Íslensk sjónvarpsdagskrá í algjörum sérflokki. 5 íslenska sjónvarpsstöðvar og netfrelsið fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu notalegar kvöldstundir með Stöð 2. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö og já, Öddi og Steindi með ykkur. Aha. 5. daginn. Í bara fínasta feeling, ekki? Jú, maður er bara mjög hress. Já, sveimið þá. Maður er furður hress. Já. Með aldur og fyrir störf. En það er komið að dagskrálið sem er tiltölulega nýr á nálinni, en við höfum samt farið í hann áður, nema þá var þetta ekki orðið að dagskrálið. Nei. Og það var þegar við, Steindi Junior, við hringdum og sóttum með vinnu hjá Nonnabitum einu sinni, eftir að þau auglistu eftir starfsfólki. Já. Og þar vorum við svona nettir haugar. Já. Og við vorum bara að breyta, eða bara búa til dagskrálið úr þessu í dag, sem heitir Aumingjar sækjum vinnu. Já. Og hér er verið að auglýsa nokkuð störf. Já, við erum að leika að ræfla. Já, bara þú veist. Og ert með allt niðuröðu bara. Bara hasshaus og aumingja, það ekki? Jú, ég til. Ég meina, veistu einhvern duglegan hasshaus eða? Þeir eru nú örugglega þarna úti. Á ég ekki bara að byrja þetta? Jú, byrja þetta. Ok, ég sé hérna að það er verið að veisluleg skúta og norskar eftir starfsmanni uppvask frá 8 til 4. Ok. Prófa þetta. Vertu algjör haugur. Já, bara aumingi. Ómar. Já, kom daginn. Daginn. Við erum hringið hérna út af Óska eftir starfsmanni hérna. Augnablik. Sjófar. Já, kom daginn. Halli heiti ég, Haraldur, og erum hringið hérna út af auglýsingu að vera Óska eftir starfsmanni. Já. Hvað er þetta að brugga þetta? Hvað er svona að vera... Mér vantar bara uppvask og aðstoð í eldhúsi frá 8 morgnana til 4 daginn. Já, þetta byrja svona snemma. Já. Hvað, 8? 8 morgnana, við erum mættir hér 7, sko. Hvað kannir? Hvað er þetta, bakari eða? Nei. Er þetta ekki eldhús? Jú. Við erum bara ágreða hátíðismat út. Já, er þetta byrjar á því 8? Nei, við erum byrjar að vinna. Já, þetta er ekki stungið inn í örbulgjótt. Nei, en ég þarf nú ekki að byrja að vaska upp áður en þið eldið það. Það þarf að byrja aðstofa hérna, að ráða í bakka og koma hlutum rétt fyrir og svona. Og hvað er þetta? Við erum að afgreiða, sko, svo aftur við á því 1000 metta hérna á dag, sko, þannig að... Og hvað er þetta svona, verður geðvegt að gera hjá mér, eða? Geðvegt, það er bara ágætt að gera, sko. En er ég að þá bara allan daginn, eða? Já. Frábært. Það er allir allan daginn, sko, frá 8 til 4, sko. Svo bara tekinn kaffitími og hátíðismatur og... Er ekki einhverja reykingapásur og eitthvað svona? Og er ekki einhverja reykingapásur og eitthvað? Jú, eitthvað smá. Hvað, en það er, þú ert alveg fastur á þess að 8 kjaftaði? Já. En 10 til 2? Ég hef bara frá 8 til 4 starf, sko. En, ég var svo erfitt með að vakna, sko. Já. Ég er að spila á nóttinni. Já. Þetta er bara það sem ég hef búið, sko, í augnablikinu. Hvað eru margir að vinna á hana? Við erum þetta svona 12 á vaktinni. Einhverja flóta stelpur eða eitthvað? Flóta stelpur? Já, veistu, eru stelpur að vinna á hana, myndi ég? Það er bara allt gamli kallar hérna. Frábært. Get ég fengið þess að vinna það? Ég skal allavega skoða þetta. Ég bara sjá hvað dagurum byrja í skvætið sér og svo hef ég bara sambandið fólk og kalla ég vittur. Hvenær á ég að byrja þá í þessu drasli? Hvenær á ég að byrja í þessu drasli þá? Ef að verður? Já, er ég ekki komið með það? Nei,
Ég er með 50 mann sem ég þarf að skoða í umsókn. Það allir að berjast að fá að vaska upp frá 8 til 4, eða? Já. Hvenær fæ ég þá að vita þetta? Ég við skoðum þetta í dag og morgun og svo var ég í sambandi. Það enda kemist ekki helgina. Hvað sér þið? Ég að fara á reif helgina, ég kemist ekki núna helgina. Nei, þetta aldrei... Þetta aðalega, við vinnum aðalega bara virkundugum, sko. Já, ok, þá strax skara. Og hvað ég þá að byrja á mánudagina? Já, ef að mánudag þriðjudag, bara samkomlega satri. Já, bara því lengra enn í vikuna því betra fyrir mig þannig sé, sko. Já. Ég verði lítið tíma að jafna mig á þessu kjátt. Ég að fara út, sko. Já. Á reif. Leið mér að skoða þetta. Ég þá að byrja á miðvikudag kannski bara? Ég þarf bara að skoða þetta. Og þannig ég mæti það bara 8. Ef að verður. Já, þú ætti ekki að vera með hann tón við mig, svona. Tón? Ég er bara að svara þér. Já, þú ert bara með eitthvað tón fyrir... Þú bara ætlast þess að þú getur bara lappað inn og mætti vinnu. Hvað ertu gamall? Ég er 29 ára. 29 ára? Já. Hvað er einhver aldurstakmarki í þetta faskæðu okkur? Nei, það er bara gott að vita hvað fólk er gamalt. Leið mér að skoða þetta. Ég kíkja það á þriðjudaginn. Gjör svo vel. Takk, bæ. Já, bæ. Er þetta eitthvað eða? Ég veit. Þetta er æðislegt, maður. Já, ég hef mjög gaman að þessu. Ég líka, sko, ég hafði svo gaman að því að hann var svo almennlegur, hann var, sko, margir hefur verið búin að skella á því, sko. Já, ég var ekkert að deyja og spennu yfir þessu starfi, sko. Starfskraftur óskast í fiskbúð. Ok. Gæti henda mér skóla, hefur. Já. Já, hæ. Hæ. Er að hringja út þessari vinnu, eða? Já. Er ekki talaðið rétt að manni bara? Það passar. Já, hvað segir þið? Er þetta ekki fín vinna bara? Það er allir rétt að vola. Já, hvað getur þú sagt mér eitthvað með þetta? Þetta skal við sér afgræsustörf í fiskbúðum. Já. Frá mánudag, þriðjudag, miðvikudag. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag? Já. Ok, 3 í viku eða? Já, frá klukkan 3 til hálf 7. 3 til hálf 7? Já. Hvað er þetta, 4,5 tími? Já. Hæ? Þetta er það? Já, nei, ég held að þetta væri bara hlutastarf. Þetta er bara hlutastarf. Já, ok. Já, vá. Já, ég held að þetta væri bara svona rétt að kíkja þarna á til, sko. Hvað? Það þarf að vera þarna allan daginn bara. Nei, 3 til hálf 7. Já. Það er bara rétt að kíkja. Já, herði, já, ok, ég ég hef alveg að mæta, sko. Já. Er ekki, hvað, þú veist, er ekki, það er tjóðast lykt að eða ekki? Fiskilikt. Hæ? Er ekki vond lykt þarna? Er? Já. Það er alltaf einhver lykt af fisk, en ekki vond. Nei, ok. Þú veist, fer þetta í fötin manns eða svona? Jú. Í fötin, Já. Já, ok. Þetta er það gaman að hitt og heldur. En hvað, á maður það bara að fara út ángað eins og okkur karfi, eða? Það er líka í myndinni. Ok, en hvað, og getið þið þegið fötin eða þú veist? Getið við? Já. Nei, við erum bara þegið hverja sem hún sé, sko. Já. Já, ok, já. Ég, jú. Og hvað, þarf maður að vera með hárnett og þú veist, lítið út eins og okkur fáið þetta? Hefur þú aldrei komið nálægt fiski eða eins og þú segja? Nei, svo sem ekki, sko. Ég var búinn að vera kerfistrákur í Hagkaup og var lukkudýr líka í Háká og eitthvað svona. Takk að mér, búinn að vera í einu af þessu bara. Nei, það er bara smá auka monni, þú veist. Það er svona... Það þarf ekki að djama eitthvað. Það segir þessu. Nei, Þú getur komið bara í dag og tala við það, vilt sko? Já, hljóma vel, sko. Hvað, verður margir að vinna þetta? Eitthvað stemning að það? Útvarp í gangi og þú veist... Eitthvað svona, hvað er þetta bara eitthvað... Það er alltaf stemning, sko, já. Kallar þetta? Já, ok. Er þetta ekki algjör viðbjóður, eða? Þú segir mér bara, þú treinskynir bara. Ég náttúrulega er ekkert eitthvað... Maður nennir ekkert að vinna, sko. Ég bara gerir þetta. Mamma er að fara að henda mér út, sko. Þetta, ég elskar slór. Aha. Ói. Ég veit ekkert betra en það er skemmtileg slór. Ói. Herru, hvernig er með síkópásunar? Hvernig er með síkópásunar? Er þetta 5 kortisfrest eitthvað? Sko. Já, bara getur hoppað út og vilt. Já, þetta er samkomulega, sagði ég. Já. Ok. Kíktu bara á mig klukkan 6 í dag ef það hefur áhuga. Já, herru, ég kíkja á þig bara eftir og ég ætla að klára ég er í Kúlbortistöðu ég ætla að klára eitt leikina. Já. Ok. Já, ég verð ekki komið niður til 4 og 5.
Vill 4, já, ok. Já, ég verð að koma bara 6 eða eitthvað. Já. Það ok. Já. Það var góður, maður. Þetta var líka svo grjótarum gauðsóls. Ég elska slór. Hann var bara svona, hvaða auðmikið að tala við maður. Hann alltaf samt að gefa séns. Hann vildi hitta mig og gefa mig séns, sko. Hann almennilegur. Það til svo gott fólk á Íslandi sem actually bara, hann hefur heyrt bara, hann einhver haugur og hann til í að hjálpa honum. Já. Þetta var hann alltaf að gera þetta fyrir mömmu mína sannlega. Já, þetta bjarga henni. Þetta dagskrárliðurinn auðmingjar sækja með vinnu. Vonandi að þau er gaman að. Ófært í huga mér, ég hefst ekki og er vonlaus, vafra ég jú þá held ég ástæðan alltaf þú. Að skella þér í bíó. Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Vertu velkomin í IKEA. Í tilefni af útgáfu nýs vörulista bregðum við á leik. Kíktu á leikreglurnar á ikea.is. Komdu svo í verslunina og taktu þátt. Láttu eins og heima hjá þér. IKEA. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home. Austurstræti 12. Í vetur eigið þið að skilið að vera með enska boltan. Það eru 380 beinar útsendingar í vetur. Engin stöð í heiminum sýnir meira af enska boltanum. Engin. Og það er á degi sem þessum sem maður fær net og heimasíma með enska boltanum. Stöð 2 Sport, besta íþróttastöð í heimi síðan 1995 og ekkert helvítis kjaftaði. Það er helvíti hart en maður getur sagt nei við þessu tilboði. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Gæti ekki sagt það betur. Þið eruð að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, Öddi og Steindi Junior eins og alla 50 dag. Já. Við erum í stuði. Eftir breyningar hér í FM. Alltaf í stuði. Alltaf í stuði. Ég meina það bara í fantafínuskapi. Það er ekki svona sumar 50 dagar í manni. Nei. Það er ekki fiðringur í punktnum að gera eitthvað í kvöld eða eitthvað þannig. Nei, það er ekki nettvor í punki. Það er bara, við erum bara komið haust og... Já, það er bara svona, ég var alveg hreinskilin og hlakkaði til að fara bara heim til mín í kvöld og horfa á Suits. Já, ok, já. Eitthvað þannig, ég vil fá mig pizza. Já, og ég ég hlakkaði svolítið til að fara í þennan dagskráli núna. Já, ok, þú ert að hugsa hans tittra. Já, þetta er íslenska slúrið. Íslenska slúrið, já. Ég hef rosalega gaman að því. Já, við erum búin að vera að hlera hérna nokkra Íslendinga og sem eiga fræga vinni. Já. Já, svona, þú veist, þekkta vinni. Þetta er svona, þú veist, þetta er óstaðfest, en þetta er það sem við heyrum. Já. Og þetta er yfirleitt, það er endar... Það er samt fyrir alveg áralögum heimildum. Já, það er einn punktur hérna sem ég las bara á netinu. Já. Og var bara á pressunni. En svo eru hinni punktandi bara svona sem við erum búin að vera bara að safna til okkar slúðri og velja úr og þetta er svolítið skemmtilegt. Akkurat, og vilt að ég byrja? Já, byrja þú. Ég vil ekki að fá okkur betra. Það er bara að segja það. Við þurfum að fá slúður betra reyndar, það er rétt hér. Þessi er bara fín. Við finnum hann svo. Ég ætla að byrja slúðrið á honum Frikka Dór. Frikka Dór vinn okkar. Kunningi okkar, King Frikki Dór eins og hann er kallaður hér á FM. Já. Mikill snillingur, en hann er víst með nettan kæk þegar hann er búinn að fá sér nokkra og er á leiðinni heim. Já. Og þetta eru búinn að heyra frá, fleirum en einum. Já, ég geti trúið að vín fari illa í hann. Ná, ég held að hann sé góður til 3 myndi ég halda. Já. Svona típan í það. Já. Vel ferskur til 3. En hann er þekktur fyrir það hérna í bænum að hann náða til að syngja fyrir mat þegar hann á leiðinni heim að djamminu. Já. Og ég hef heyrt þetta áður. Ég líka. Og þetta var bara núna síðasta á menninganótt. Já. Þá sást hann fyrir utan bæjarins bestu að syngja glaðasti hundur í heimi og fekk pulsu með öllu fyrir það en fekk ekki kók með og það kom einhver derringur í hann en svo enda hann að fara bara með pulsuna. Þetta er ekkert sniðugt, Að vera að syngja fyrir mat. Já, vera svona gigandi frýtt á nóttinni og...
Nei, hann tók vist ekki all lagið. Nei, hann hefur verið að taka þetta í ykkur flippi og heldur hann hafi verið kannski þá einhvern tímann bara á Pizza Pronto og syngja sjómle? Nei, ég heyrði að hann hafi með tekið sjómla og tekið sjómle á Stælnum á sín tíma. Á Stælnum? Á Stælnum, já. Já, ok. Var hann fullur það? Lokar ekki 11:30? Jú, hann náttúrulega, jú, en hann áða til að vera svona, hann góður til eitt, sko. Hann svolítið í því, sko. Hann fer bara á að fara heim eitt, en svo hann næsta slúður. Já, hvað með þeim? Ég þetta með, það það tegir sig erlendis. Þetta Gunni Nels, vinnur okkar alla. Gunnar Nelsson, MMA bardamaður og sænaður í UFC. Það vita nú flesti hver hann búin að fylgjast með honum berjast. En hann í æfingaferðalagi og stattur í Englandi. Og hann lendir í því, og þetta svolítið ótrúlegt slúður, sko, en hann lendir í því að hann að fá sig bara morgunkotn. Bara á, þú veist, það sem hann að gista, hótelinu eða íbúðinu sem hann með á leigu eða eitthvað. Og þetta svona gullkotn, held ég. Svona loðinn kall framan á mannstæðinu. Skemmtilegt monster hérna. Mjög gott morgunkotn. Og hann fær þar svona hluta. Honeymonster. Já, honeymonster. Og hann fær svona fremri pasta af vísifingri. Í skáluna. Og þetta getur ofta verið stórmál, sko. Og hann tók Facebook status, ætla ekki að kæra. Ég ætla ekki að gera neitt vesen úr þessu. Ég ætla ekki að búa til úlald og mýflug. Ég ætla að eiga hann. Ok, hann ætla að eiga puttan sem hann fekk í morgun. Hann setti svona mynd af puttanum í glerkassa inn á Facebook. Já, ok, skemmtilegt. Má sjá myndina. Hún ógeðsleg, sér þetta? Já, ógeðsleg puttið maður. Já, þarna náttúrulega hann bara að tapa allir peningum eða ekki. Hann átt að fara. Nei, hann kannski fengið áspyrðir af kottinu, sko. Já, ferskur held ég bara. En svo ætla ég enda slúðrið á Nönnu of Monsters and Men. Nei, það eitt viðbót. Hvað? Þú veist, ég enda síðan á það eru 4. Já, það eru 4, ok, ég ætla að vera bara 3, sorry. Já, ég með smá slúður, þetta nú bara stutt, en Nanna í hljómsveitinni of Monsters and Men, hún var á leiðinni í bíó daginn með bestu vinkonu sinni, steigvist í einhvern hundaskít og hendi skónum. Nei. Jú. Fór hún ekki bara í grassið og nuttaði skónum upp í grassið? Nei, hún tók bara svona einhvern Indian out og var bara á sokkunum í bíó. Og hendi skónum? Já. Þannig að hún var alltaf ekkert að þrífa á það neitt. Það nóg að pening þar. Já, gengur vel hjá þeim, það nokkuð ljóst. Gengur vel hjá þeim og þá það síðasta slúrið. Já, það að sigga hlöðu þegar. Já, og þetta alveg staðfest. Þetta bara staðfest. Þetta inn á pressunni. En Siggi Hlö, hann var í tökum núna í vikunni á þættinu sínum, veistu hver ég var. Já. Og sem ekki frásögufærendinni með það, að hann gleymir að renna upp buxnaklaufinni. Ok. Og hann með hjartaspaða 10 lauf út með að opna buxnaklauf, sko. Já, gamla góða. Gamla góða, lestin í hárið og allt þetta. En hann þekktur fyrir það, að vera ekki í narjum. Já, ok. Vissur það? Hann kommando. Nei, ég vissi ekki, ég hef ekki... Hann í kommandogenginu og með, opna klauf og þannig að félaginn var hálfur úti. Í tökunum? Í tökunum. Og þetta gerist, sko, seint í þættinum. Og það fattar enginn eitt. Ekki hann og það sér þetta enginn. Það bara svona einhvern veginn að feð bara... Hann ekki farið það langt út? Nei, hann bara rétt kíkt út og það svona enginn að pæla í þessu. Og svo fattar hann, sko, þegar hann komin út og bara farið í bílinn sinn, bara eftir tökurnar og svona fólki farið og áhörundu farnir og það rigning úti og þá, rignir á drastleganum, sko. Já, ok. Þannig að hann finnur að hann svona til hann blotna og þá hringir hann í framleiðendur og fer aftur inn og þeir taka upp endin aftur. Þannig að þetta sást mun aldrei sjást í sjónvarpinu. Það var frábært slúður hér. Þetta var íslensku alveg dagsett líka. Siggi Hlö með titlingin úti. Allt að gerast hér í slúðurinu. Hér eftir smástund lagið á leiðin heim og það tengist hljómsveit sem var í stjörnlegum staðreyndum. Vípsi hér með Wake Me Up í FM 95 Blöð. Vonandi þarf ekki að vekja neitt að núti. Klukkan að verða 6 þannig. Ekki nefnir eitthvað sé að taka smá blund. Tíminn hefur flogið frá okkur. Já, þetta fljótt að líða hérna hjá okkur í FM 95 Blöð. Herðu, ekki tími fyrir flottulagakefni? Nei, við erum að fara í lagi á leiðinni heim núna. Þannig að flottulagakefni, ég skal lofa því, ég og Jónsi fóru líka í flottulagakefnina núna á mánudaginn. Jú og þú tökum næsta 5. Já, lofaði mig því. Ég lofaði. Þetta var nafnilega 5-dagsliður. Já, þannig að ég ætla að eyða
alveg allri vikunni í að finna eitthvað lag. Finna eitthvað lag, já, og líka það þarf að vera eitthvað gott þema, sko. Eins og ég og Jónsi voru með þema á mánudaginn, þá áttur að velja lag sem þú vangaði við þegar þú varst unglingur. Hvaða lag hugsaðu til þegar þú hugsaðu að vanga? Já. Ég með Everything I Do It For You. Já, það væri svolítið líka. Með Bryan Adams. Þú ert nú samt hvað, 4 árum yngri? Já, við vorum helviti eftir á þetta í Mosó. Já, ok, þannig fórst bara í sömu lög. Ég veit að gaman að vanga maður. Já, hvaða lag er svona vangalagi? Maður svona lætti síðan höndunum á rassinn. Og svona blikkaði vin sinn, sko. Það er alveg skelvilegt. Þegar má komið sjálfströst. Já, og svo var stundum ykkur svona aðrir að snerta rassinn. Já, þér. Þá hvíslaði maður svona, þetta var ekki. Það er eitthvað að djókja okkur, sko. Það er það bara eitthvað í Mosó, sko. Hvað lag varst þú að vanga við? Hvað var svona vinsalasta vangalagi þegar þú varst í félagsmiðstöðun og í Mosfellsbæ? Er það ekki bara Everybody Hurts? Já, varst í því? Já, stundum, sko. Það er þetta fínt lag, það er ég. Já. Það er líka svolítið til í sig aðeim, Everybody Hurts, sko. Já, ég var nefnilega smá vangari, sko, ég ætla að viðkynna. Ég var alveg að vanga. Já, ég var mikill vangari. Ég elskaði að... Eigum að vera stoltur af því eða eigum að sleppa að vera að tala? Við erum svo gamlir, það skiptir ekki máli. Nei. Maður átti alveg til að á balli að lauma sér í búri og segja, herru, hvað, fyrir ekki að styttast í vangalag hérna? Maður er búin að bíða allt kvöldi hérna, maður er með sikti á kantinni með það, maður er búin að bíða hérna eftir að fá að knúsa. Ég er sannlega búin að berja mig í kjarkirna og alltaf að biðja að dansa við mig. Fórst þú í danskennslu? Nei. Það var danskennsla, bara var partur af námsefni við Mosó. Nú, það er vel gert. Og þá var þetta sko, strákarnir sátu öðrum einn, stelpurnar hinum einn, og svo var þetta bara ok, tveir og allir að finna sér hérna partner núna bara og fara að dansa. Það er enda líka eitthvað sem ég vil segja við úlingar sem er að hlusta. Segjum að sé ykkur strákar aldrei 11 til 14-15 ára að hlusta þannig þátt akkurat núna. Hendið ykkur í danskennslu því að ég lof ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Ég get lofað því. Og þetta er bara, ég kann ekkert að dansa. Ég er eins og, ég er nú séð þið taka sport. Ég get dansað Jackson. Ég er að spána hérna að drífa mig í tango. Já, farða að læra tango. Það er aldrei að segja, jú. Það er svona samkvæmis. Og úlingarnir líka sem er að hlusta. Ég myndi að þú sé tvítur, þá getur alveg að þú kunna samkvæmistans og á píanó, þá ertu set for life. Þú getur slegið gegn allstaðar. Að grípa í flíil eða taka nokkuð spór. Þannig að núna erum við að ráðleggja strákum að úti, aldrinum bara 11 til 20, að læra á hljóðfæri og læra þið dans. Já. Og verið alltaf góðu við mömmur ykkar. Það er stærsta ræðan. Það er ykkur 11 ára strákur út að hlusta, þá endilega bara fara í tölvuna og gera eitthvað eðlilegt. Já, það er bara aðalreglan hjá mér, það er að vera góðu við mömmu. Já. Það á alltaf að vera. En það er komið að læginu á leiðinni heim. Já. Þú ert að fara svo sjálfur, eða ekki að taka upp í stúdíu? Jó, ég er að stúdíu. Já, akkurat. Já, búið að vera virkilega gaman að vera þetta með þér, Steindi. Já, takk fyrir það. Sjáumst næsta 5. og þegar þú kemur næsta 5. þá er komin september. Já. Þannig að þetta er svona síðasti þátturinn okkar í ágúst. Já, þetta er... En mánaðamót hvað núna á sunnudaginn, ekki? Jú. Já. Þetta er allt saman hættulegt. Já, það er að koma haust og vetur og vor. Já. En lagið á leiðinni heim tengist hljómsveit sem var í Sturlugum staðnundum áðan. Já. Fyrir ykkur sem að misti á Sturlugum staðnundum, þá sagði ég frá því að það voru 38 manneskjur á Aerosmith tónleikum sem voru handtekinn fyrir að reykja marihuana og vera með ólögleg vímuefni á sér og eftir tónleikana fóru strákarnir í Aerosmith og borguðu trygginguna þeirra og fóru með þeim á djammið. Ég held þú væri nefnilega að fara að spila eitthvað með Monsters of Men, þetta væri í íslenska slúðurinu. Nei, lagið á leiðinni heim er með Aerosmith og það heitir I Don't Wanna Miss a Thing. Takk kærlega fyrir hlustunum í dag. Já, hefur ekki líka að biðja hlustendur um að vanga þetta lag? Er það ekki bara? Það er alveg hægt. Já, endilega leggið í bílunum, hækkið í græjunum, farið út á tún og vangið. Takk vel að drikka hann er mættur í stúdíu. Heyrumst á morgun. Okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg úti aðstaða við Austurvöll. Home, Austurstræti 12. Opið til 11 í kvöld. Ekta eldbakaðar pítsur. Gamla smiðjan Lækjargötu. Komdu á opið hús í World Class laugum á laugardaginn milli 14 og 17. Nike tískusýning, dansatriði frá dansstúdíu í World Class. CCA kemur fram, Zumba Show, tilboð og margt fleira. Að auki verður frýtt inn á allar stöðvar World Class sem á alla hópatíma. Frábær tilboð og kaupaukar. World Class, ávallt í farabrotti. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Tilboð ársins í enska boltanum. Nú fylgir háhraða internet og heimasími með enska boltanum.
Já, þið heyrðu rétt. 380 beinar útsendingar, háhraðanet og heimasími fyrir aðeins 8.990 krónur. Tryggðu þér að kaupa ársins í enska boltanum. Sport 2, enski boltinn. Náman og Thule kynna. Nú styttist í Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Ahmed, since you're clearly a terrorist, are you Muslim? No, Scientologist. Örfáir miðar eftir á aukasýninguna klukkan 11, uppselt klukkan 8. Tryggðu þér miða strax. Jeff Dunham, 20. september í höllinni. Hvar verður þú? I kill you! Thule, Náman og Sena. Við elskum grín. Nike hlaupaböksur í TRI. Suðurlandsbraut 32. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka.